the cross, Lord. Thank you for the price. Þessi kona, hún var barnshafandi án þess að hafa ætlað sér það sjálf. En það var köllun Guðs fyrir hennar líf. Og þessi köllun, hún hvolfdi öllum hennar áformum, öllum hennar framtíðarplönum. Hún hafði lagt líf sitt í Guðs hendur, hún vildi vera heilshugar við hann og það kostaði hana ýmislegt. Og við tölum ekkert oft fórnina sem María færði. Óttast þú eigi María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Og samt þar sem hún stendur, þá horfir hún á fullt af fólki, ganga framhjá og það að hæða hann. Að hún fékk ekkert að vita þann sársauka sem beið henni. Kannski óf María þennan kyrtil. Kannski var kærleikur í hverjum þræði. Kannski gaf hún Jesú kyrtilinn. Mátti hún ekki eiga? Þurfti einhverjir hermenn að hirða fötin hans? Hún var mammans. Í dag hefði hún verið lögerfingin. En í þá daga, þá skipti hún engu máli. Voru þjáningar Krists á krossinum ekki nægar? Hún hafði ekki hugmynd að þessi litli drengur sem Guð ætlaði að gefa henni, hún myndi horfa á hann, krossfestan og kvalinn. Drenginn sem hún elskaði svo heitt, drenginn sem hún hafði séð læra að ganga, læra að tala, sem hún hafði kennt svo margt, hún ætti eftir að missa hann. Og eina skiptið sem ritningin talar að María hafi fengið eitthvað hugboð þær kvalir og þjáningar sem biðu hennar, var þegar þau fóru hún og Jósef með Jesú til Jerúsalem í musteri þar. Þar hittu þau gamlan mann sem hét Símeon. Og þegar hann hafði tekið Jesú í fangið og beðið, þá blessaði hann Maríu og Jósef og hann sagði við Maríu: sjálf munt þú sverði níst í sáluðinni. En Jesús var þrátt fyrir allt sonur hennar, barnið sem hún elskaði, og hún var sverði níst í sálu sinni. Og ég get ekki ímyndað mér annað en það að hugur hennar hafi reikað tilbaka. Hún hafi spurt: Guð, hvar ertu? Hvað að gerast? Af hverju? Hugur hennar hlýtur að hafa reikað til þess þegar engillinn birtist henni og sagði: þetta er sú leið sem þú átt að ganga. Menn skóku höfuð sín og sögðu: stígðu niður ef þú ert Kristur, öðrum gat hann bjarga nú sjálfum sér. Það var alltaf verið til fólk sem hefur notið þess að gera lítið úr öðrum. Það var alltaf verið til fólk sem hefur notið þess að pína aðra. En þú sparkar ekki í deyjandi mann. Það segir í Jóhannesarguðspjalli að við kross Jesú hafi móðir hans verið og móðursystir, María kona Klópa og María Magdalena. En ég trúi því að þar hafi verið fleiri. Ég trúi því að við kross Krists hafi báðir foreldrar Jesú verið, María og Guð. Og María var sverði níst í sálu sinni og ég trúi því að Guð hafi líka verið sverði nístur í sálu sinni yfir því að fólki skildi detta í hug að það væri hægt að krossfesta Guð. Við vitum að Guð býr á háum og helgum stað. Við vitum að Guð býr í himninum. Í Jesú nafni. Amen.